af þessum skemmtilegu viðburðum sem maður fær þegar maður fær nýtt starf, það að fá að opna svona sýningar. Og þessi sýninga haldin í tengslum við 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyjabæjar. Og hann Kári fer aðeins inn á það hérna á eftir varðandi samstarfi, en mér langar bara að segja að það ofboðslega gaman sem kennari að koma hérna inn og vita það að við erum hérna með yfir 400 verk. Þemað Vestmannaeyjar í fortíð og nútíð og framtíð, og þetta eru hátíðirnar okkar og ýmislegt annað, ýmislegt sem við einkennir Vestmannaeyjar. Þetta eru allir krakkar sem eru frá 1. til 7. bekk í grunnskóla Vestmannaeyja og svo þeir sem eru í myndlistavali á unglingastiginu. Og ég vil bara segja, mér finnst við bara rosalega rík og rosalega heppin að geta verið með svona vettvang þar sem allir krakkar geta komið saman og sýnt það sem verið að gera í skólanum. Við getum verið stolt af skólanum okkar og stolt af samfélaginu okkar og stolt af þessum kennurum. Það er hún Bjartey Gylfadóttir, Unnur Líf Jungsland og hún Þóra Gísla sem hafa staðið fyrir þessu, eru myndlistakennari í skólanum og eins og þið sjá að það verður greinilega að standa sig gríðarlega vel. Og ég vil allavega bara, þakka ykkur fyrir komuna og svo njótið þið hérna á eftir. Og Kári kannski fer aðeins inn á það hvernig svona samstarf byrjar, en það er bara ótrúlega mikilvægt að við tökum þessa krakka sem eru gullin okkar og sem eru framtíðin okkar og byrjum að venja þau við að upplifa myndlist og menningu eins og við erum svo ríkað hér í Eyjum. Gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir það sem ég vil segja eins og ég hef sagt áður það er fjölbreytnin sem skiptir mestu máli fyrir þetta hús. Og þetta hús var einskis virði ef við horfum ekki senn fram og tilbaka. Það er að segja, þetta hýsir fortíðin okkar, en fortíðin er litlaus, hún hefur engin tengst ef hún snertir ekki framtíðina. Og framtíðin eru börnin okkar, þess vegna gladdist ég ákaflega mikið þegar Bjartey kom til mig fyrir 3-4 árum og spurði hvort hún gæti verið með lokaverkefnin sín hérna í myndmenntakennsluna hérna hjá okkur. Þetta voru svona 40-50 verk og ég hugsa með mér, já við fáum nú aldrei meira en þetta, 40-50 verk, við skulum bara hafa þetta og gera þetta svolítið skemmtilegt. En svo fór ég að spjalla með þetta afmælisár sem er framundan og svo hugmynd kom upp hjá afmælisnefndinni að reyna að fá grunnskólan til þess að ég raunverulega leggja undir sig eitthvað risa húsnæði. Og það endaði þannig að grunnskólinn lagði undir sig lítið húsnæði með stórum hætti. Það er að segja, ég gekk hérna fram, var hérna einn áðan fyrir svona 2-3 tímum og ég sá 400 myndir. Alls konar myndir hérna þar sem saga Vestmannaeyja er rakin á margvíslegan og fjölbreyttan hátt. Og hugsaði með mér, þetta er nákvæmlega svona sem að safnahúsið á að vera. Það er að segja að þið sem komið hérna inn, þið berið inn í safnahúsið þessar ólíku merkingar. Síðan erum við með á bakvið það sem þið eru að setja myndir af. Við erum með alls konar sögur og sagnir þetta og þannig tengist þessi nútíð og framtíð. Og þetta samband við grunnskólann og við þessar kennarar sem hér eru með gríðarlega mikilvægt vegna þess að það er leiðin okkar til þess að ná ykkur krökkum til þess að koma inn í safnið og ekki bara af því það eigið að koma, heldur ekki bara af því að þið viljið koma, heldur af því að þið eigið eitthvað í þessu húsi. Þið eigið eitthvað raunverulega í þessu húsi og þá meini ég ekki einhvern yfirskilvirðan hátt að þið eigið hluta í þessu og þetta er saga Vestmannaeyja. Nei, þið raunverulega hluti hérna. Og vitið það, krakkar, ég spurði konurnar hérna, megum við á safninu eiga hlutin ykkar? Megum við eiga teikningarnar ykkar? Og þau sögðu við okkur, nei, því miður. Við erum búin að spurja krakkana og þau vilja ekki gefa þessi fallegu teikningar sín. Þannig að við erum með þær að láni og við leyfum okkur að njóta þess og við skulum fá okkur kaffi og að gera að spurja hérna og njóta þess að vera með þetta. Ég var búin að segjast á þetta í viku en ég sé náttúrulega gríðarlega mikið eftir því, það var náttúrulega algjör vitleysi í mér. Ég mun reyna að hafa þetta lengur þannig að við getum notið þess. En bara gera þessu vel.